Nú skulum við skoða heildun með innsetningu, nokkur algeng dæmi og kannski aðeins að rifja upp diffrun og heildun á algengum föllum. Hér erum við búin að skrá svona það algengasta. Að sjálfsögðu getið þið nota forrit á netinu bæði til að diffra og heilda, en það er ágætt að skrá þetta hjá sér í töflu. Það flýtir fyrir á prófum og annað. Þurfi ekki að fletta upp í forritum. Og svo skulum við rétt aðeins bara rifja upp að ef ég diffra f af x, þá fæ ég f merkt af x. En þar sem að diffrun og heildun eru andhverfur, að þá hlýtur að koma í samstað niður. Ef ég heilda f merkt af x, að þá fæ ég f af x. Svo heildið af kósinus af x verður sínus af x, því að ef ég diffra sín, þá fæ ég kós. Öfugt. Og ef ég diffra kósinus af x, þá fæ ég mínus sínus af x. Formerkin breytast, svo þegar ég heilda sínus af x, þá fæ ég mínus kósinus af x. Formerkin breytast. Ef ég diffra svona fall eins og x í öðru, þá þarf ég bara að lækka veldisvísinum 1 og margfalda svo með upphaflega veldisvísinum sem var 2. Og sjálfsögðu þarf ekki að skrifa þennan eina í veldisvísi. Á sama hátt ef ég heilda x í öðru, þá hækka ég veldisvísinum 1 og nú deili ég með þá akkurat þessum veldisvísi. Þá er það rótin af x, það er gott að skrá það hjá sér líka, það er frekar algengt. Og þá skulum við hafa í huga að rótin af x er í rauninni x í veldinu hálfur. Svo ég diffra, þá lækka ég veldisvísin 1 og margfalda svo með upprunalega sem er hálfur. Þá lítur þetta svona út og þá rifjum við upp að þegar að veldisvísi er neikvæður, þá jafngildir að því að við séum að deila með tölunni eða breytinu í jákvæða veldinu. Svona, og þar sem að x í hálfta er náttúrulega bara kvadratrótin af x. Og þá er þetta oftast skráð svona, en þið er á því hvað er þetta til mig alveg skráð eins og stóð áðan. Nú skulum við heilda rótina af x og þá ætlum við að byrja á því að hækka veldisvísinum 1 heilan. Veldisvísin er hálfur og hálfur pluss 1 heil gefur 1,5 eða 3 aðrir. Og svo deilum við með þeim veldisvísi. En það að deila er sambarlegt við að margfalda með sem sagt að deila með almennu broti er sambarlegt við að margfalda með brotinu öfugum. Svo 2 eða 3 aðrir verða þá 2/3. Þá lítur þetta svona út. Þar sem að teljarinn í veldisvísinum er veldi og nefnarinn er rót. Þá finnst sumum þægilega að skrifa þetta svona. En þið ráðið. Það er samt gott að kannski bara kannast við báðar aðferðir. Þessi hér myndi ég segja að vera algengari. Þá er það ln af x og við diffrum ln af x að þá fáum við 1 á móti x. Þetta skoðum við í síðasta áfanga. Nú við sjáum að ef við diffrum ln af x og fáum 1 á móti x, þá hlýtur það að gerast að við heildum 1 á móti x, að þar með fáum við ln af x. Næst ætla ég að diffra 1 á móti x og af því að x er hér undir striki, og þá getum við skrifað bara sem x í mínus fyrsta. Þetta er x í fyrsta veldi, undir striki verður mínus. Svo við notum grundvallarreglu í diffrun, við margföldum með veldisvísinum og lækkum hann 1. Mínus 1 verður þá mínus 2. Að margfalda með mínus 1 er náttúrulega gerir bara það að talan verður negatív. Þetta má standa svona, en það er kannski algengar að koma þessu yfir á svona almennt brotform. Svona, þetta er lang algengasta formið. Þá skulum við heilda ln af x. Við erum í rauninni ekki búin að læra aðferð til þess að heilda ln af x, þannig að ég skrái það bara beint hér. Þá má þetta skrifa það á þennan hátt líka með því að taka x út fyrir svigann. Síðan er það e-x-ta. Það er alveg sama hvort við heildum eða diffrum, það breytist ekki. Það verður bara e í x-ta.
Nú skulum við skoða hvað gerist að það stendur eitthvað meira inn í sín og kós heldur en bara x eða einhver ein breyta. Ef að er þá einhver tala. Það sem gerist er að það er þá bara margfalda með þessari tölu þegar við diffrum og deilt með sömu tölu þegar við heildum. Þá lítur þetta svona út fyrir hornaföllin, svo næst skulum við skoða e. Ef að hér veldisvísirinn x er margfaldað með einhverju tölu a, þá diffrum við e bara alveg nákvæmlega eins og það er og margföldum síðan með a. Að sama hátt ef við heildum, að þá bara heildum við e alveg nákvæmlega eins og það er en við deilum með a. Til þess að geta svona almennilega unnið með þessa aðferð, heildun með innsetningu, þá er mjög gott að skrá öll þessi föll hjá sér, bara hreinlega á blað og hafa hjá sér alltaf allt sem að er hér og allt þetta hérna og svo skoðum við þá fleiri dæmi heildun með innsetningu.